Árið er 2012 og Pentax gefur út myndavélina Pentax Q10. Hún kemur á eftir Pentax Q og er ein minnsta myndavél sem hægt að breyta linsur. Ég var að kaupa daginn, fekk hana frá Japan, gegnum eBay, kostaði 23.000 kall og með tolli var það 8.000 kall viðbót. Þannig, já, ég staddur hérna í Dublin Castle og já, tölum aðeins þessa myndavél. Já, segðu það, þetta er Pentax Q10 og ef þið viljið hlusta mig jappa hana fyrir löngu, ég var úti í Dublin og svo fór ég myndavélina líka til London og svona, þá get ég hlusta á þá eftir. En allána, ég ætla aðeins að bara renna niður spekkin. Þetta er 12 megapixla myndavél og eins og ég sagði áðan, kom út árið 2012. Þetta er mjög lítill sensor, pingu lítill, þið sjáu á þessari mynd hér, hvað munurinn er á, fyrst er medium format, svo er full frame og svo kemur við til Micro Four Thirds, fyrst kemur APS-C og svona, en þið sjáu hvernig pingu lítill. Og lensmántið er Pentax Q og það er mjög skemmtilegt að segja frá því að þú getur keypt alls konar linsur, það held ég upp í 9, þetta er nummer 2 og það heitir bara nummer 1, 2 og voru upp í 9 og þannig að það er mjög svona gaman að geta kollekta þeim. Og að því þetta er svona lítill sensor þá er svona focal multiplier er 5,53 sem þýðir að ef þú ætlar að reikna, til dæmis þetta er 15, þá verða 15 sinnum 5,53 og þá myndir þú fá út hvað væri full frame equivalent, skiljum við. Það, hvernig ef þú ert með full frame myndavél þá, það er svona miðað við það focal length. Skjárinn hérna er 3 inches og sem er bara svona frekar fínt með að þetta er lítil myndavél. Ég meina, þú getur bókstaflega sett henni í vasann, þótt að þú getur tekið linsuna af sem er nett. Og hún er pingu lítil, hún er bara, hvað er þetta ekki, 10 cm, sinnum 6 næstu í og 3 cm. Og hún er með leaf shutter, það þýðir að það er ekki shutter sem er hérna á sensornum, heldur að shutterinn bara inn í linsunni. Það er elsta leiðin af shutter sem ég vissi ekki af, en mér leiðast að þetta væri aðeins nýra. En þetta er mjög svolítið cool nefnilega, því þá er ekkert rolling shutter, ef þú veist hvað það er. Rolling shutter er þegar þegar þú ert að pana fokkin hratt, þá kemur svona wavy, lukkar svona wavy. Þannig að það er ekkert rolling shutter á myndunum, en það hlýtur á rolling shutter í vídeónu, ég er ekki alveg viss með það. En að því hún er með leaf shutter, þá er inn í linsunni líka ND filter og þú getur stillt það inn í bara stillingunum og þá ertu bara með sólgleru fyrir myndavélina inn í linsunni, þannig að þú ert ekki að skrúa á hérna. Þannig það er frekar nett sko. Og fyrir svona gamla myndavél að vera með innbylt bara ND filter í linsunni reyndar, ekki í myndavélinu sjálfri, er mjög cool. En allana, ef þið viljið vita meira myndavélina eða aðalega vita bara meira Dublin ferðina, þá getið þið hlustað á það og já, tjekkum áttur á það. Hérna eru við helluðum sal í Dublin Castle og þetta er mjög flott, hérna til að vera eitthvað böll eða eitthvað. Þetta er mjög svona, mér líður eins og ég sé Pride and Prejudice. En já, við erum sérst í Dublin og það var alveg smá vesen að komast hingað af því að í fyrsta lagi þá ætlaði ég að fara með ömmu, halda upp á afmæli hennar hérna úti en svo tjekkaði hún á passportunum, hann rann út 5. janúar á Bosí, allt í lagi. Ég hafði samt play, ég var fyrst alveg pirraður og að ég gæti ekki hringt í þá, sorry með mitt play. Ég gæti sýnt að ég sendi aðeins smá leiðilega skilaboð en þeir svöruðu mjög næs og ræddi þessu fyrir mig, þannig mamma kom með út. En svo fóru á flugvöllinn og ég var að borða burrito, mjög gott burrito, var allir lengi að borða það og ég er svona allir seitt gæi og svona og mamma var alltaf að segja, þú getur drífa okkur. Ég var svona, ég er alveg að búið með burritoði. Svo erum við mætt að hliðinu 12 mínútur í, þannig að þeir lokuðu fyrir 3 mínútum. En við pöntuðum bara nýtt flug og við erum komin til Dublin. Það var smá erfið fæðing, en þetta reddaðist. Ok, þannig já, til að rappa þessu upp þá er þessi myndavél bara mjög flott og bara mjög skemmtileg. En smá fyndið að segja frá því að ég ætlaði ekki að kaupa þessa myndavél. Ég var að horfa á þetta hérna vídeo frá honum Mattias Börling sem er einn af mínum uppáhalds YouTuberum og þetta er víst aðeins eldri gerð. Þetta er, held ég hvað, 3 árum eldri eitthvað, ég man ekki alveg en ég skal skrifa hérna. Já, þannig það er eina sem ég geti kvart á henni er að hún er smá svona, þú ætla að bíða, þú búinn að taka mynd, þá ætla að bíða smá til að sjá hana. Það er svona, þú veist, ég er alveg með mjög
þannig að hratt SD-kort, þetta UHS 2, þetta miklu nýrra en myndavélin sjálf sko. En já, myndavélin sem ég ætla að kaupa Pentax Q S1 sem nýrri gerðin. Þannig ég fæ mér hann einhvern tímann bara seinna. En við skulum checka hans á vídeónu, skoðum það og sjáum hvernig það lukkar. Sjá, þetta flottur bátur hérna. Wow. Mjög flottur. Vonandi fannst mér myndbandsgæðin og ykkur úr þessari myndavél flott. Ég hef ekki séð það enn, þannig ég hlakka til að skoða. En já, þetta alltaf mjög skemmtileg myndavél. Hvað getur meira að beðið fyrir 30.000 kall eða eitthvað? Mjög skemmtilegt með geggjuðu flassi og já, ég smá svona in love, sko. Nei, en ég veit ekki, þannig þetta er alltaf mjög skemmtileg til að hafa í safninu. Næsta vídeó verður þessa hérna myndavél. Kommentaði niður ef þú veist hvað myndavél þetta er. En já, stay tuned. Já, þannig þetta er svo satisfying sko, ég vil heyra það. Það minnir mig á Indian ASMR guy á TikTok. Hann er alltaf nettur. En allavega, ég fíla þessi myndavél, fyrir utan konar hæg, það er smá peinandi. Og þannig að flassi, það er svo nett. Bara I like it. Og sorry play, ég saknaði play. Þetta var nice að fara út með ykkur og dýrt og svoleiðis. En ef þið eru að fljúga Icelandair og nýtið ykkur stjettar, félag, afslátt, þá getur keypt gjafir. Það er bara svona pro tip og notið Google Flights til að finna ódýr flug. En allavega, já, einir að hlæja mér, nei. En takk fyrir að horfa og ég er ánægður með þessa myndavél, en skoðum næstu myndavél.